Snorri, hvernig bara líður þér eftir þetta? Mér líður náttúrulega vel. Það er náttúrulega sjálft, aftur frábær frammistaða og eiginlega bara í 60 mínútur er ég bara mjög ánægður með liðið. Þetta er kannski einhver leyti svipaður leikur og síðast. Það er hart tekist á og mikið varnir og markvörslu en mér fannst við fá stöður sem við ekki nýttum vel og leystum bara ágætlega og bara margt gott í okkar leik og náðum að fylgja eftir góðri frammistöðu. Ég held að það sé mikilvægt. Já, og svona, þið náðuð að kveikja bara strax, það er svona líka gott. Já, ég held að það er náttúrulega, það er yfirleitt best í íþróttum sko og sérstaklega handbolta og en svona bara mjög heilsteyptur leikur og eins og sé ég er fáránlega ánægður með bara einbeitinguna og kraftinn í strákunum. Ég veist það svona, þetta er alls konar einhverjir dítilar hér og þar en þetta er svona, mér finnst þetta svona vera sem er að skapa þessa stemningu og þessa ákefð sem hentar okkur vel. Já, einmitt og ég meina þið haldið bara frumkvæði 3, 4, 5 mörk allan leikjum á segja? Já, engin spurning og þetta er fljótt að breytast og það þarf ekkert mikið að gerast þess að klúðra svoleiðis hlutum og við höfum svo sem gert það líka áður og kannski smá þroskamerki að við getum gert bara þetta, haldið forskotinu og siglt þessu heim, ég veist það gríðarlega jákvæmt. Nú er svona að fara að heilla undir eitthvað meira, svona lítur þið vel út með 8 úrslit? Já, ég þekki ekki reiknið það mig, ég held að byrjum á næsta leik og reynum að vinna hann, það verður krefjandi, engin spurning, en þetta er svo sem gömul sig á ný á svona stórmótum, það er stutt á milli og hvort þú tapar að vinnur, þú getur hvorki leyft þér að fara á hátt og langt niður og ég held að það verður bara áfram upp á tegnunum, kúnst fyrir strákana, reyna þess að njóta í kvöld en svo byrja bara endurheimt og einbeiting á næsta verkefni. Já, því að það er náttúrulega þessi heimamenn á föstudaginn sem er í sömu hugleiðingum. Já, ekki spurning, það er þessi lið þessi 4 þessi vilja komast í 8 úrslit og það er eitthvað einasta stig sem telur og þeir þurfa þeim að halda og eru náttúrulega heimaðalli og það er yfirleitt mjög erfitt að spila þetta heimaþjóðum. Þar fyrir utan er bara Króatía með bara geggja lið sko og gríðarlega vel manna og náttúrulega frábær þjálfari þannig að við þurfum að undirbúa það vel.